eins og ég segi, þú varst bara ekkert manneskja með mönnum nema þú reyktir. Það var bara, æskan var svoleiðis þarna þegar maður var að alast upp í kringum 1970. Í dag reykja 67.000 Íslendingar að staðaldri. Reykingar eru aðalorsakavaldur ótímabæra dauðsfalla í heiminum og hér á Íslandi líka. Við vitum það til dæmis að af þeim sem reykja að staðaldri að þá koma helmingur það bil til með að deyja af völdum sjúkdóma sem beinlínis orsakast af reykingum. Þetta eru í stærðargránu 12 ár sem að tapast að meðaltali hjá hverjum einstakling sem reykja að staðaldri. Og það hefur verið reiknað út að þetta eru cirka 200-300 mannslíf á ári sem eru beinlínis orsökuð af tóbaksreykingum. Og reykingar eru sjúkdómur sem veldur heilsutjóni. Við vitum hvaða sjúkdómar þetta eru. Þetta eru sjúkdómar eins og krabbamein, sérstaklega í lungum. Þetta eru hjartaáföll og heilablóðföll og svo langvinn lungnateppa sem 80% hluta til orsakað beinlínis af reykingum. Ég hugsa að ég hafi bara eiginlega byrjað að reykja bara af fullum krafti, maður getur sagt svo, eða bara reykja, bara svona 16 ára, gæti ég trúa, 15-16 ára. Og einmitt ég byrjaði að kláraði gagnfæraprófið og 17 ára gömul, þá fer ég að vinna hjá Tryggingastofnuninni og var þar gjaldkeri. Og þá þótti bara mjög eðlilegt að það var hleypt inn í hollum og rosa mikið að gera og þá var maður í svona löngu rými og vorum 4 saman og maður sneri sér bara við og þar var öskubakki fyrir aftan mann og logandi í sígarettu og maður reykti bara svona einn og einn smók meðan maður afgreiddi kúnana og þetta þótti bara mjög eðlilegt. Ég held innst inni langi öllum til að hætta að reykja og til dæmis ég hafði langað að hætta að reykja og alltaf og hugsa það. Svo vill til að ég fyrir einn dag bara fyrir 20 árum, það bara núna í mars, 20 ár síðan, þá hitti ég hjartalækni dóttur minnar og beð hann að lesa yfir ákveðna pappíra sem að ég hefði farið með til hans vegna mín og hann horfir svona á mig og segir, Ólöf, reykirðu? Og mér fannst svolítið því það var eins og hann héldi að ég reykti ekki. Þennan, bara beint frá honum, þá fer ég yfir til bróður minn sem var þá í hjartaþræðingu á Landspítalanum og stoppa ég honum stutt og þegar ég kem út þá hugsa ég, já Ólöf, nú skal þú bara hætta á meðan að þú getur valið. Á meðan að það ekki eitthvað slæmt sem búið að koma fyrir þig. Ég kem heim og ég drepi og ekki söguna meir. En ég hafði ekkert valið. Því þetta hafði þá verið komið hjá mér á þess að ég hafði vitað lungun voru farin að skemmast. Nokkrum árum síðar þá fer ég að finna svona, mér finnst ég ekki vera nógu öflug. Mér finnst ég mæðast og ég var nú svona kjáni, ég hélt kannski bara ég þyrfti að læra öndun eða eitthvað því að mér óraði náttúrulega ekki fyrir þessu, ég var hætt að reykja. Þetta gat ekki verið eitthvað sem væri að koma í bakið á mér. 2002 greinist ég svo með lungnaþembu. Og ég get svona haldið mér alveg mjög vel, ég er dugleg í leikfimi, ég er dugleg að hreyfa mig, held henni svona nokkurn veginn í skefjum. 2010, þá eru liðin 14 ár frá því ég hætti að reykja, þá fer ég að fá endurtekna lungnasýkingar. Og þá bara einhvern veginn hrundi allt, það fór bara allt niður og við, ég þurfti að minnka við með vinnu. En síðan heldur alltaf áfram sýkingarnar og síðan núna í fyrirsumar 2015 þá verð mjög veik og fæ mjög slæma lungnabólgu sem verður til þess að ég fer ekki út nema með súrefni. Það að sofa með súrefni og sem sagt get ekki hreyft mig eða gert heimilistörf eitthvað nema þá að vera með súrefni og út að labba með súrefni og það þarf alltaf að vera hjá mér ef ég þarf eitthvað að reyna á mig. Og ég í 40% vinnu þegar ég veikist í fyrrasumar en tek það ákvörðun og eiginlega bara það bara nauðsynlegt að til að ég geti gert það sem að manni langar til að gera, að sinna barnabörnunum sínum og reyna aðeins að gera eitthvað fyrir sig og heimili sitt og að þá bara þýtti ekkert að vera í vinnu í lengur þannig að ég ákvaða að sleppa vinnu og þannig að
nú er ég ekki að vinna lengur. Það var náttúrulega þvílíkt áfall þegar maður lendi því að fá súrefni því að ég hafði oft hort á fólk sem var með súrefni og sagði þetta myndi ekki ske fyrir mig. Og ég man alltaf eftir að ég fór í leikum í HL-stöðinni og það var í eitt skipti svona fræðslufundur sem ég ákvað að sækja. Það var nú eiginlega áður en ég fór í HL-stöðina og þar voru rosalega margir með súrefni. Og ég hugsaði með mig, vá, ég á ekki heima hér. En svo lendi maður í þessu sjálfur að fá súrefni og vera háður því. Og það var náttúrulega þvílíkt sjokk og maður var lengi og kannski maður mörgum mánuðum seinna stundum að sættast við það að vera með súrefni. Maður hefði geta bara farið í hornið sitt og bara gefist upp og bara loka sig inni og gert ekki neitt. En ég tók þá ákvörðun að ég ætla ekki að láta þetta fara svoleiðis með mig. Ég skildi halda áfram eins og ég gæti. Ég á reyndar 2 hundar sem að mér langaði til að reyna að komast út með og það tók marga mánuði. Þangað til ég gat farið út að labba með þá aftur. En ég reyni og við förum út saman að labba. En þetta eru rosalega átök og þetta eru átök að fara út með alltaf með súrefnið. Það reynir rosalega á mann. Ég á 4 barnabörn. Ég á einn sem er verða 7 ára og eina sem er 3 ára. Og þau eru nú bæði svo dásamlega að þau segja það alltaf að amma geti þetta ekki, amma er illt í lungunum. Þannig að þau svona pínlítið aðstoða ömmu með það sem þarf að gera og þessi 3 ára ef ég þarf að halda á henni sem ég náttúrulega get ekki, að þá veit hún það að ég þarf að setjast niður og svo kemur hún þá til mín. Og hún yfirleitt setur sér sjálf upp í fangið á mér. Svo er ég með annan sem er 1 árs og annan sem er bara 2 mánaða. Þeir eru sem betur vel litli báðir þannig að amma getur haldið á þeim. En ég þarf alltaf að setjast því að þetta er svo erfitt að halda á þeim og standa. Þú eiginlega ræður ekki við þá. Ef ég ætla að setjast á gólfið og leika við þá, þennan 1 árs eða hinn 2, þá þarf ég vilt alltaf að hafa súrefni til að geta setið með þeim og leiki við þeim. Þetta hefti mann rosalega mikið að geta ekki gert það sem þér langar til að gera með þínum barnabörnum. Ég held að ég sé svona frekatalin vera svona glöð og jákvæð manneskja, auðvitað koma þessi svörtu dimmu ský yfir mann. En það væri ekkit eðlilegt ef það væri ekki eftir svona mikil áföll eins og hafa komið núna upp á síkasti. En það er bara ekkit í boði. Maður reynir bara alltaf að reyna að finna hann á Políönu sem fyrst til að láta hann að koma og hjálpa manni. Af því að það gerir bara illt verra. Það ætla að sökkva sér onni í eitthvað sem er bara leiðilegt. Ég bara ákvað það að ég skildi bara reyna að rækta þessa jákvæðni og gleði hjá mér og hafa hana að leiðarljósi. Það er rosalega erfitt að ætla að fyrirgefa sjálfur sig það að hafa reykt svona og ég hef sagt það áður og segi enn að ég vildi óska að ég hefði aldrei gert þetta. Og ég öfunda fólk sem segir ég hef aldrei reykt.